Komiði sæl börnin góð. Nú skulum við halda áfram sögunni okkar Babin og fylgjendur hans. Á milli borgarinnar Mekka og staðarins þar sem Babin og Kúdús yfirgáfu bátinn var sendin eyðimörk sem þeir urðu að fara yfir. Eins og þið vitið lítið vatn í eyðimörkinni. Ferðalangar koma aðeins öðru hverju að brunni. Þeir verða því að hafa með sér nóg vatn til að endast heim þar til þeir koma að næsta brunni. Hestar þurfa mikið vatn og af þeirri ástæðu þeir sjaldan notaðir í eyðimörkinni. Nú til dags getum við ferðast í gegnum hana í bílum eða flogið yfir hana í flugvélum. En á þeim tíma þegar Babin lifði á jörðinni voru hvorki til bílar eða flugvélar. Vitið þið hvernig menn ferðuðust yfir eyðimörkina í þá daga? Já, alveg rétt, á úlföldum. Úlfaldin eru nefnilega notaðir til að ferðast yfir eyðimörkur, því að þeir geta verið svo lengi án vatns. Og Babin, hann notaði einmitt úlfalda á leiðinni til Mekku. En Kúdús vildi hins vegar ekki fara ríðandi á úlfalda. Hann kaus að ganga við hlið Babsins og halda í taum úlfaldans. Hann áleit að á þennan hátt væri hann færar að venda meistara sinn gegn hættum. Á hverri nóttu frá þeim tíma rökkvaði og þar til dagaði varð hann tíma sínum í að biðjast fyrir og gæta þess að ekkert kæmi fyrir hann. Hann hlýtur að hafa elskað Babin afar heitt fyrst hann var tilbúinn að leggja þetta á sig og hann var mjög hamingjusamur allan tíman. Sólin brennandi heit í eyðimörkinni. Þar hvergi skugga að finna og sandurinn verður svo heitur að það erfitt að ferðast yfir hann. Þess vegna lögðu þeir alltaf af stað eldsnemma á morgnana, áður en sólin kom upp. Einn morguninn nam Babin staðar við brunn og fór af baki úlfalda sínum til að segja morgunbænirnar. Hann gleymdi aldrei að segja bænir. Hann vissi að með því að biðjast fyrir gæti hann verið nálægt Guði og fengi vitneskju hvað hann vildi að hann gerði. Á meðan hann baðist fyrir birtist skyndilega hirðingi. Það maður sem býr í eyðimörkinni. Þegar hann sá að ferðalangarnir báðust fyrir, læddist hann hljóðlega að þeim, hrifsaði hnakktösku Babsins sem lá á jörðinni nálægt honum og hljóp í burtu með hana. Muniði eftir því að þegar þeir voru á bátnum skrifaði Kúdús á blað bænir og vers eftir Babin. Þessar bænir voru mjög dýrmætar eins og gefur að skilja, vegna þess að þær fjölluðu hinn fyrirheitna og hinn nýja dag. Þær færðu öllum sem lásu þær mikla blessun. Allar þessar bænir voru í hnakktöskunni sem eyðimerkur búinn stal. Þjónninn vildi hlaupa á eftir þjófinum en Babin stöðvaði hann. Það var skrítið að hann skyldi leyfa manninum að taka frá þeim blöðin í hnakktöskunni. Finnst ykkur það ekki? En Babin gaf þessa skýringu. Maðurinn sem stal blöðunum myndi flytja þau með sér til ýmissa staða í eyðimörkinni. Á þann hátt myndi margt fólk lesa þau og fræðast komu hins fyrirheitna. Líklega hefði þetta fólk ekki frétta komu hins fyrirheitna á annan veg, því að það fór aldrei til stóru borgarinnar sem var langt í burtu. Ver eigi hryggur vegna þessa atburðar, sagði Babin við þjón sinn.
Því þetta var ákvarðað af Guði, fyrirmælandanum, hinum almáttuga. Og það þýðir, vertu ekki leiður yfir þessu. Guð vildi að hann tæki blöðin,